Aukin áfengisneysla ein af afleiðingum efnahagskreppunnar, segir geðlæknir á Landspítalanum. Hann segir mikilvægt fyrir heilsu fólks að réttlæti nái fram að ganga þegar hamfarir eru af mannavöldum. Hamfarir af mannavöldum valda streitu, vonleysi og vanmáttarkennd og auka áfengisneyslu. Geðlæknir á Landspítalanum segir mikilvægt fyrir heilsu fólks að réttlætið nái fram að ganga við slíkar aðstæður. Undanfarnar vikur og mánuði hafa afleiðingar efnahagsþrenginganna hér á landi birst þjóðinni á ýmsa vegu og snert flest okkar á einn eða annan hátt. Viðbrögð fólks við áföllum og streitu eru margvísleg en fyrir suma flóttinn á náðir flöskunnar auðveldasta leiðin. Reynslan erlendis frá, til dæmis frá Finnlandi, kreppinu sem var þar og víðar, að þetta kemur fyrst fram í aukinni áfengisneyslu. Og við erum að sjá hér til dæmis fólk sem hefur verið að reyna að koma fótunum undir sig, reyna að hætta að drekka og reyna að borga skuldir sínar og svo framvegis, sem fyllast á vonleysi og tilgangsleysi. Að vissulega það er alltaf gott að fara í göngutúr og labba út í sólinni, njóta útiveru og svo framvegis. Það er gott á krepputímum og góðæristímum. En það þarf að bregðast við þessu fyrst og fremst að mínu mati á félagslegan og pólitískan hátt, en ekki læknisfræðilegan. Fólk verður að fá mjög góðar upplýsingar, fólk verður að vita hvort þetta voru hamfarir af mannavöldum eða ekki, og ef það er tilfinning manna eða kemur í ljós, að þá mun fólk ekki ná sér af streitinu nema þeim finnist réttlætinu fullnægt. Það er að segja einhverjir verða dæmdir. Það er það sem að lætur fólki líða betur og minnkar streitu hjá fólki, bætir heilsu þeirra, að mínu mati, og fræðanna.